Hvers vegna nenna seljendur, ekki keðjum? Þetta í raun og veru, við fórum að rannsaka það hjá Félagi fasteignasala og þetta kemur í ljós að þetta eiginlega sér íslenskt fyrirbæri, allavega á Norðurlöndunum, að vera með þessar fasteignakeðjur. Þeir eru almennt ekki með þær og ef að þarf einhvern veginn að leysa þessi mál, þá koma bankarnir inn með skammtíma fjármögnun. Ég byrjaði að selja fasteignir 2003 og þá þekktist þetta ekki. Þetta byrjaði í raun og veru hruninu 2008 en svo bara hefur þetta ekki hætt og það virðist ekki skipta neinu máli hvort það góður markaður eða hægur markaður, fólk vill selja með fyrirvarandi sölu. Það sem mjög mikilvægt að hafa í huga að keðjur eru ofsalega viðkvæmar og oft erum við að sjá keðjur sem eru kannski 5 til 7 fasteignir, út með jafnvel 7 fasteignasala og 20 lánastofnanir sem allar þurfa að vinna saman að því að láta keðjunum ganga upp. Það getur tekið 5 til 6 mánuði að klára keðjur og svo staðan þannig að við erum kannski búin að fá greiðslumat til öllum. Það allir búin að selja, allir fyrirvarar hafa verið leystir nema einn og það síðasta eignin. Það bara eftir að selja hann, 2 íbúð. Vandamálið að seljandinn, hann fór aðeins og geist í tilboðið, hann þarf að fá ákveðið verð og einnig stendur ekki í verðinu, keðjan fellur og það að byrja upp á nýtt 6 mánuðir síðar. Þannig að margir fasteignasalar í dag farin að ráða fólki að skoða þetta mjög vel því að keðja ekkert annað en lauslegt loforð að kaupandinn ætla að kaupa fasteignina þína ef allir fyrirvarar og sem frábært við 17. júní gengur upp. Þannig að þú færð alltaf betra verð ef þú selur fyrst og kaupir svo. Þú færð betra verð ef að þínir fyrirvarar eru færri. Þannig að ég myndi alltaf skoða hvar þú vilt byrja vegna þess að keðjur þær geta slitnað mjög auðveldlega því það í raun og veru engin einn aðili sem ber ábyrgð á keðjunni eða yfirsýn hana þegar þú ert með 7, 5, 6, 7 eignir í keðju.